Ágæti ráðherra og góðir ráðstefnu gestir. Ég var beðin að segja ykkur frá könnunum sem ég hef verið að gera undanfarna áratugi meðal ferðamanna sem að þvælast inn á hálendið. Og ég ætla bara að vinda mig beint í það. Og það sem ég ætla að segja ykkur frá byggir á gögnum. Ég hef lagt fyrir spurningalista fyrir hátt í 9.000 ferðamenn og tekið viðtöl við 270 manns. Þannig að þetta risastór gagnabanki og ég ætla ekki að segja hvað allir að segja en ég ætla að gefa ykkur smá sýnishorn af því. Og til að byrja með þá svona gegnumgangandi stef í þessum ummælum frá ferðafólki það að þetta ósnortin náttúra, óbyggðir víðerni, auðn, landslag án mannvirkja og þetta sé sérstök og einstök náttúra. Þetta svona gegnumgangandi stef. Og það talað þetta hráa og þetta náttúrulega og ekki eitthvað svona gervi, ekki manngert. Það sé ekki fólk þarna og einstakt landslag. Nú, og ef við lítum á spurningakönnunina þessar 9.000 manna, þá finnst langflesta af þessum svæðum vera ósnortin náttúra. Það helst á virkjanasvæðin okkar, þar sem að vatnsaflsvirkjarnar eru við Búrfell og í Landmannalögum, þar sem fjölmennasti ferðamannastaður hálendisins sem að aðeins laskað þetta víðernishugtak, en samt erum við að tala 84 og 90% að upplifa þetta sem víðerni eða að minnstakosti næsta nágrenni. Aðri staðir eins og til dæmis Hverfisfljót sem við vorum síðasta sumar, þá bara þetta hin einu sönnu víðerni. Nú, og hvaða mannvirki mega þá vera til staðar án þess að víðerni eða ósnortin náttúra glati merkingu sinni. Og þá finnst ferðafólki hótel ekki passa þar inni og heldur ekki þessi virkjunarmannvirki og heldur ekki gestastofur eða uppbyggði vegir, en vegslóðar og fjallaskálar, það finnst flestum vel samrýmanlegt. En hvað erum við svo að gera? Við erum búin að byggja fyrsta áfanga af hóteli inn í Kerlingafjöllum og það til umræðu hvort eigi að stækka það og geti tekið þá alltaf 340 manns. Ekki akkurat það sem að sá hópur sem að sækir þarna núna að sækjast eftir, en þá getur maður sagt á móti, það er alltaf ykkur sem vilkist á hóteli. Eru það rök í umræðina? Nú, þarna spyr maður líka, verið að gæta hagsmuni heildarinnar eða þetta hagsmuni einstakra fyrirtæki eða ákveðna tegunda fyrirtækjum og þarna þarf að huga að hvað best fyrir land og þjóð. Nú áfram upplifun ferðamanna, það talað þetta sé skemmtilegur leikvöllur, þarna sé hægt að upplifa ævintýri og reyna á sig og þarna sagði göngumaður að hann færi þangað til þess að reyna virkilega á sig, hann getur farið í langar og erfiðar gönguferðir, fullkomið vettvangur fyrir svoleiðis leiki. Treysta á eigin getu, þarna ekki neitt sem að redda þér. Nú kyrrð og fámenni var líka gegnumgangandi stef. Þetta lætur fólki líða vel. Þú fær svona velliðina tilfinningu í brjóstið út af því að það eru þarna fáir. Fólk að flýja láglendið þar sem mikið af ferðafólki og þarna þar sem eru fáir. Það gaman að geta gengið í marga daga án þess að hitta nokkurn og þetta eitthvað sem þú getur ekki gert að þú ert í Evrópu og það kom líka fram það hvað stutt að fara frá Evrópu og hingað. Nokkra klukkutíma ferðalag og þá ertu komin í þetta. Annað úrval það að fara til Alaska eða Kanada, en þá tala miklu lengri ferðalag. Þannig að þetta einstakt. Nú, en hvernig svo staðan? Það 40% sem að kvart undan og miklum fjölda í könnun sem ég gerði árið 2011 í Hrafntinnuskeri og þriðjungur kvartað undan við í Landmannalögum árið 2009. Og þá hugsi ég væntanlega, hvernig þá staðan núna, það svo svakalega langt síðan og það búið að vera svo mikið fjölgun. Nú á ég ekki til nýrri gögn, en hins vegar, ef við bara hugsum þessa fjölgun, þá hún ekki að skila sér beint inn á hálendið. Hálendið ennþá svolítið í vari fyrir fjöldanum. Hérna niðurstaða talningar á bifreiðum sem að Rögnvaldur Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir hafa verið að gera.
og þau sýna okkur þessa geysilegu fjölgun sem hefur verið í Skaftafellsþjóðgarði á meðan að hálendið stendur ennþá frekar í stað. Þannig að það í vari ennþá. Nú, svo tala margir ferðamenn líka það að það sé gaman að koma stutt, ekki vera lengi og lifa við þetta frumstæða og einfalda. Less is more and I like it simple voru ummæli sem að fólk kom með og það passaði ekki að vera með hótel þarna. Og svo kom líka ábendingar frá ferðafólki að ef við myndum byggja meira og þótt að sé sannarlega betra svo í góðu rúm heldur en lélegu rúm og betra að borða góðan mat heldur en pakkamat, okkur finnst það öllum, þá leggur það frekar á því vegna þess að það ekkert allir sem eru til í að leggja það á sig, en ef þú myndir bjóða upp á þetta, þá kom allir hinir líka. Þannig að þetta sé leiðin til að halda fjöldanum í burtu. En síðan þetta náttúrulega afstætt, hvað einfalt og hvað frumstætt. Einnig fannst ofboðslega mátulegt öll sú uppbygging sem hefur átt sér stað í Landmannalögum, fannst þetta akkurat passlegt, svona mínimalt að hafa þessa aðstöðu til boða. Þannig að þetta alltaf afstætt. Og þannig það með ferðamennskuna, að ferðamenn eru ólíkir og eru með ólíka kröfur. Ég kalla á stundum náttúrusinna og þjónustusinna. Náttúrusinna sem að þrífast best í það sem lítil og einföld uppbygging, meðan að þjónustusinna vilja hafa góða aðstöðu. Og þessir hópar, þeir fá sínum löngunum best fullnægt á mismunandi svæðum. Náttúrusinnan á víðernum þar sem takmörkuð og lítil uppbygging, meðan að þjónustusinnar eru glaðastir bara í skemmtigörðum í borgum og bæjum. Þessar kannanir sem ég hef verið að gera inn á hálendinu, þær sýna að það eru nokkuð svipuð viðhorf meðal ferðamanna á þessum stöðum, nema það einn staður sem að sker sig úr og það eru Landmannalaugar og það bæði könnunni sem gerði þar 2009 og árið 2000 sem að sýnir að þeir ferðamenn sem koma þangað, þeir eru þannig að þeir eru síður á móti ýmsum mannvirkjum. Þeir eru síður á móti virkjunum og hótelum og bensinstöðum heldur en ferðamenn á öllum öðrum stöðum sem ég hef verið á. Og þarna getur maður líka merkt breytingu að þeir sem að koma árið 2000, þeir vildu síður uppbyggingu og mannvirki heldur en þeir sem að koma árið 2009. Þannig að það þróun í gangi. Og þessi þróun, henni hefur verið lýst í þessu módeli sem að sýna hvernig ferðamannastæði þróast og breytast með tíma ef það ekki gætt að uppbyggingu og skipulagi staða. Með auknum fjölda þá þarf aukna innviði og það gengið á náttúrulegt aðdráttarafl og að lokum þá það mikið að stöðum fyrir að hnigna. Nú, ef að þetta aðdráttarafl hálendisins í augum þeirra ferðamanna sem að þangað koma núna, þá spurningin hvernig höldum við í þetta? Og ég held að ég sé sammála því sem að Óli Halldór sagði að þetta krefjandi núna og sérstaklega hjá ferðaþjónustunni, ég held að séu breyttir tíma hjá þeim. Þetta frá því og nú ég að tala ekki út frá rannsóknum, heldur út frá tilfinningu sem maður á ekki að gera, en ég ætla samt að leyfa mér það. Ég held að það séu komnir inn í ferðaþjónustunni í dag bara út af þessu miklu fjölda og þessu miklu fjárhagslegu hagsmunum sem þetta orðið, að þá eru komnir svona hagnaðardrifnir fjárfestar í staðinn fyrir við vorum áður fyrir með þessa lífstílseigendur. Og þannig aðrir önnur hugsjón og önnur nálgun á hvernig á að nota svæði eins og hálendi. Síðan þjóðgarður á miðhálendinu málið. Þjóðgarðar hafa tvíþætt hlutverk eins og hefur komið inn á. Þeim ætlað að vernda og þeim líka ætlað að veita fólki aðgang og kynna fyrir þá stórkostlega náttúru. Þjóðgarður líka í leiðinni ákveðin merkimi á náttúruna. Hann vekur athygli á svæðum og hann eykur aðdráttarafl þeirra. Ég held að það sé alveg óhætt að fullyrða það að þjóðgarðamerkiminn hann hefur meira aðdráttarafl heldur en flestar aðra tegundir friðlýsingar. Í Svíþjóð þar var gerð rannsókn á því þar sem var kanna hvaða áhrif hefur það ef að þjóðgarður eru stofnaðir og þar fjölgaði ferðamönnum 40%. Þannig að viljum við, þetta markmið með miðhálendisþjóðgarðinum eða viljum við halda áfram að halda ferðamönnum sem mest í byggð? Grímur Sæmundsson, fyrrverandi formaður SAF, hann talaði að þetta væri frábær hugmynd og þarna tóku náttúruverndarsamtökin sig saman
og samtök ferðaþjónustunnar og ályktuðu það hvað þetta væri mikið gott framfaraskref og hann sagði við þetta tækifæri að það væri mikil tækifæri til atvinnusköpunar þar sem að vernd og nýting fara saman. Og það sko sannarlega málið og eins og við erum búin að heyra dæmum í dag þá hafa þjóðgarðar stuðlað að atvinnuuppbyggingu og eflingu byggða. Þetta gerðist líka í Bandaríkjunum þar sem að fyrstu þjóðgarðarnir voru stofnaðir í lok 19. aldar og þeir sem gengu í lið með náttúruverndarsamtökum það voru fjárfestar, þeir sem voru tilbúnir til þess að fjárfesta í hótelum og járnbrautarlestafyrirtækin af því að þau vildu koma fólki þarna inn eftir og þeir vildu skapa aðdragdarafl, hvetja fólk til þess að fara. Þannig að til að byrja með fjölgaði ekkert rosalega hratt fólki sem að koma í þessa þjóðgarða en upp úr síðari heimsstyrjöldinni þá fór þeim að fjölga mjög hratt og þannig að í ákveðna þjóðgarða Bandaríkjanna þá koma milljónir ferðamanna og skapar þau ákveðin vandamál. Umferðarhnútar og öngþvætti, þótt að menn leysi þetta ákveðin hátt eins og Lizzie benti okkur á með almenningssamgöngum, þá þetta staðan á mörgum stöðum. Þetta upplifunin þar sem að fólk kemur til þess að upplifa þessi einstöku fyrirbæri og slagorð eins og loving them to death og overtourism það sem að menn að nota stöðuna í dag. Þannig að hvernig á að kljást við þetta? Það sannarlega mjög gott skipulag sem að menn beita til þess að reyna að stýra umferð og hafa áhrif á, en þetta vandamál þegar að náttúruferðamennska 20% af ferðamennsku heiminum og vex 10–30% á ári. Og það sem kannski ennþá meira áskorun í dag, það að það svo erfitt að hafa áhrif á stjórnun ferðamann í dag. Þeir fara eftir myndum sem að birtast á samfélagsmiðlum. Þeir vilja láta mynda sig hjá Mælifelli af því að vinuðinn gerði það, ykkur sem þú þekkir ekki einu sinni gerði það. Hvernig við stýrum ekki þessu myndbirtingu? Þannig að þarna birtast táknin og þetta elta ferðamenn uppi. Og þótt að Íslandsstofa sé búin að markaðssetja Ísland og auglýsa sig, þá hafa þau ekkert að gera í allt áhorfið sem að Bieber fekk þegar hann kom hingað og þetta blessaða myndband sem að gera út af við Fjarðargljúfur. Og það alveg sama þótt við séum búin að setja keðjur og bönd til þess að reyna að loka þarna fyrir. Fólk bara fer þarna vist vegna þess að það verður á myndinni sem að Bieber tók. Og svo náttúrulega í tengsli við öryggismál, þegar að Bieber situr á Móbergshyllu sem að við vitum að brotna bara alveg margar á hverju ári, hann situr þarna eins og ekkert sé og þarna munu ferðamenn sitja þann til ykkur pompa niður. Nú ferðaþjónusta, eins frábær hún og orðin mjög mikilvæg í umræðunni hérna náttúruvernd eftir hún fór að skapa núna 43% af gjaldeyristekjum þjóðarinnar, þá getur hún líka verið tvíeggjarsverð í náttúruverndinni. Vegna þess að þessi atvinnugrein, hún hefur þá sérstöðu að það verið að stundana á viðkvæmustu náttúruperlum landsins og í heiminum. Við myndum aldrei leyfa og það myndi enginn sækja leyfi fyrir álver í þjóðgörðum og Þingvöllum, en við leyfum samt stórútgerðar í formi ferðamennsku. Þannig að það þarf að hafa það í huga að ef að það verður að veruleika hugmyndum þjóðgarða miðhálendinu, að þá verður verndin að ganga fyrir nýtingu og að það verður að passa að hugsa hálendið ekki bara sem auðlind, heldur fyrst og fremst sem helgidóm fyrir okkur til þess að vernda ókomna tíð. Takk.